Við ætlum að segja skilið við heim bakendans í bili. Það er að segja að búa til okkar eigin vefþjóna og vefþjónustur og fara að skoða React og frammenda framework. Þannig að núna kemur svona kannski enn meira til sögunar þar sem við vorum að fara yfir í Webfortune 1. Nefnum í Webfortune 1 vorum við að gera þetta án þess að nota framework. Við vorum að gera það sem oft kallað vanilla JavaScript. En í þessu, því er líka fólki svona smá svona ég veit ekki hvað ég segja, svona paradigm það að þegar við erum að skrifa frammenda þá þurfum við alltaf að vera með eitthvað JavaScript sem er alls ekki satt. Frammendi getur einfaldlega verið bara fullt af HTML-skjölum og CSS. Það þarf ekkert JavaScript. JavaScript er ekki, þú veist, það er HTML og CSS og svo lokum JavaScript til þess að bæta við interaction og gera eitthvað, interactivity og svona eitthvað. En að þegar leið við förum yfir í eitthvað svona frammenda framework, þá eru þau oft bara, þau verða að vera með JavaScript. Þau virka bara ekkert án þess að hafa JavaScript. Sem er oft á tíðum alveg rosalega ákvörðun. Bara eitthvað, já, ég ætla að gera vefinn fyrir mig og ég ætla að nota React. Bara eitthvað, en þarftu React? Það eru til önnur framework sem eru minna svona, minni pakki, eins og til dæmis Svelte, sem er með compiler og compiler öllu yfir í vanilla JavaScript, sem er síðan það sem þú deployar. Þannig að þú ert ekki með eitthvað svona runtime sem er React sem keyrir síðan í vafranum, eða runtime sem er Vue eða Angular eða eitthvað svona. Af því að það getur alveg verið áhætta og líka bara gert það verkum að verkefnið er rosalega stórt í grunninn. Það er að segja, bara, það er að downloada ógeðslega mikið af JavaScripti bara til þess að síðan Hello World á síðunni, í staðan fyrir að vera bara með HTML sem bara Hello World og er bara eitthvað undir kilobæti. En skoðum það eins. Þannig að það er bara svona, það er ótrúlega mikið svona default, bara eitthvað, ég er að fara að gera vef, ég ætla að nota React. En það gæti verið, eins og við talaðum pendulinn, hann gæti verið að sveiflast úr þessari átt yfir í eitthvað annað. Og það var ein grein sem að ég ætla að senda okkur eftir sem að ég var að lesa sem ég man ekki núna en fjallar þetta að við getum alveg sleppt þessu og nota sem við erum komið CSS page transitions og ef við búum bara til mikið af litlum HTML-skram þá getum við emulerað rosa mikið af þessari hegðun sem er eitthvað svona það transitionar á milli og alltaf interaktíft og fínt en það er bara HTML og CSS, það er bara að nota nýjustu tækni og vísindi í því. En React og ég hef yfirleitt gert það þannig að ég hef byrjaði að kenna React og nota Create React app og síðan farið yfir í svona meta framework verandi að það sér allt, það sér ekki bara það að keyra React eins og Create React app það er líka með routing og það er líka með server-side rendering og það með fullt, bara það gerir allt fyrir þig. Það meina Create React app bara þetta er leið til þess að setja upp React. Svo þarfst þú að finna þína eigin routing, finna þína eigin leið til þess að server-side rendera. En þetta sem kom núna bara í seinasta mánuði að það var búið að deprecata, það er bara hægt að styðja þetta. Og þetta hefur verið frá 2017 en núna er React teymið ekki lengur að mæla með því að nota Create React app. Og í staðinn þá mælaði með ákveðnum öðrum verkefnum þar sem við getum farið hér og það er núna recommended starting with a framework. Það er ekki lengur bara að nota Create React app sem var bara svona minnsta sem þurfti til að gera þetta. Það er bara eitthvað, farið bara all in og nota frameworkið. Sem er alveg svona, já, það er alveg punktur. Og svo erum við með full stack frameworks og eitthvað þetta og þau þurfu ekkert endilega alltaf server, en þau þurfu það samt eiginlega alltaf. Og svo bara farið yfir í það sem þau mæla með og það er Next.js með app router. Þannig við ætlum bara að hoppa beint yfir það. En það er líka React router, þetta hét áður Expo, nei, fyrir ekki, það er annað, þetta hét áður Remix. En eins og allt annað sem að mennindi gera þá var þetta allt hlaðið pólitík og einhverju. En Next eins og ég sagði frá hann, byrjaði bara sem lítið og sætt framework sem að notaði React, sá hvernig Create React app var að gera þetta og sagði, hey, það er ekki server-side rendering sem við tala um eftir.
það ekkert routing, hvað ef við bara byggjum það allt inn í þetta og búum þetta til og hvað, þetta virkar, fólk fór að nota þetta bara geggja, það er geðþægilegt að nota þetta og svo byggum við til fyrirtæki kringu það og svo voru önnur fyrirtæki sem sögðu hei, það er bara eitthvað Next.js að núti, akkur ekki hægt að gera eitthvað annað og þá voru nokkru gaurar sem voru að búa til React Router sem var þá að leysa bara þetta routing vandamál sem það bara eitthvað, hvernig ger ég að slash sé forsíða mín, hvernig ger ég að slash kategóri séu flokkandi mínir, hvernig ger ég að slash questions séu spurninganda mínar, þannig að það var bara hvernig ráta ég eins og við vorum að gera í verkefni 2, routing vandamálið eða verkefnið og þeir, þetta er bara einhverju gaurar held ég, allavega í þessu grunnteimi mjög áhugavert, svo sem drama þar í kring þau hjá React Router voru þarna og sögðu bara eitthvað svona, ok, geggja, þetta er orðið það stórt hjá okkur, við ætlum bara að gera okkar eigið metaframework sem að keppa við Next og við ætlum að kalla það Remix og við ætlum að gera aðrar, svona við ætlum að vera meira í átt að stöðlum, við ætlum að nota response og request hlutin, við ætlum að nota form og nota bara post og action og method og bara við ætlum að gera þetta eins og staðalli með þetta, við ætlum ekki að vera að gera þetta svona, þú veist, taka fram fyrir hendurnar á browsernum og gera allt í JavaScript. Við ætlum að gera þetta þannig að þetta virki jafnvel þó að það sé slökkt á JavaScript. Sem er mjög góð hugmynd sem að fer aftur í þetta sem ég sagði, það er ekki alltaf React. Vefurinn, vefstaðlarnir virka bara mjög vel einu og sér. En þeir fóru að gera þetta og voru bara eitthvað, þetta verður svo ótrúlega gott og við treystum því að fólk viti bara hvað við erum gott forritarteymi að við ætlum að rukka $100 á ári fyrir að nota þetta framework. Það verður í raun lausnin okkar á þessu, við þurfum ekki að pivota yfir að verða hosting company líka. Surprise, surprise, mjög fáir sem að vildi borga $100 fyrir að nota eitthvað nýtt framework og þetta gekk eitthvað svona og svo bara eitthvað, hei, ný hugmynd krakkar, við ætlum ekki alveg að rukka. Og það var ekki út af því að þeir vildi ekki borga, það var út af því að þessar ástæður sem að var svona, já, er það samt ekki bara þegar ég ekki vildi borga. Svo gekk það og allt það. Svo bara eitthvað, Spotify keypti fyrirtækið og ætlaði að nota þetta í staðinn fyrir Spotify templates sem við hefum notað eru liquid templates sem er svolítið bara eins og að nota EJS, það er bara önnur tegund af svona templating máli. Þannig ef við ætlum að setja upp Shopify þá þurfum við að læra, templating máli sem Shopify notar og geti ekki nota React. En þau ætla að kaupa þetta og einhvern veginn fara að geta nota React. En svo gerist eitthvað og það er ekki lengur til einn sem heitir Remix. Það er búið að taka góðu hugmyndir úr því og setja það yfir í React Router útgáfu 7 og hér erum við í dag og það er búið að deprecata Create React App og það er í raun bara 2 playerar ef þið viljið byrja að gera React og það er eiginlega bara einn, það er eiginlega að nota allir bara Next. Og ef við nota Next þá var langauðveldast að nota Vercel, þannig að plottið í byrjuninni gerum bara ótrúlega gott framework í vinsælasta framvinda-frameworkinu, gerum það ótrúlega auðvelt að deploya því og profit. Þannig að það er ekki einu sem spurningum það er bara fundulegina yfir í það að græða fullt af pening. En við getum samt sem að nota þetta ókeypis til að læra þetta og þetta er notað eiginlega bara öllum vefstofum í dag. Það eru sumar vefstofur sem eru í svona .NET megin í lífinu og þá er það bara allt annar kapitúli sem við ætlum ekkert að fara yfir hér. En við ætlum að nota Next. En síðan er hérna þriðja sem er React Framework sem að leyfir okkur að búa til Universal Android, iOS and web apps with truly native UIs. Þannig að þetta er SDK fyrir React Native. Þannig að þegar þeir eru búin að læra React og þeir vilja búa til app, þá getið þið prófað að nota Expo til þess að búa til app sem nota sama mental model og við lærið í React. Við búum til komponenta, við erum eitthvað komponent tré, við erum eitthvað state management, við erum einhverja leið til þess að uppfæra stateið sem að triggera re-rendering, við erum með einhverja hooka og þetta virkar allt þarna á milli. Þannig að þið svona lærið, ef þið kunnið React þá er svona kunnið 80% af því sem er að nota Expo eða búa til app. Svo náttúrulega bara fullt af vinnu að búa til app, en þetta er svona leið til þess að nýta þessar hugmyndir. Og það eru mörg projekt sem nota Expo bara sem þið notuðu örugglega daglega, en það eru líka mörg upp sem notuðu Expo en sögðu svo,
þetta ekki þessi virði lengur og þegar við erum komin á einhvern skala, við erum komin að lenda í einhvern vandræðum og að vinda ofan af þessu og endur smíða appin sem native iOS eða native Android app. En þetta allt saman bara, þetta allt bara ákvarðanir. Það bara fullt af möguleikum og erfitt að segja hvað rétta leiðin til að gera eitthvað. En svo núna aðeins að koma hérna, það einhver önnur framework hérna sem ég hvorki prófað Tanstack eða Redwood, en þetta bara, já. Þannig að þetta var inngangur að Next.js. Þannig að við förum bara og finnum hérna Next.js by Vercel, the React framework for the web. Það ekkert að skafa þetta næði, sko. Og þetta bara eins og hinn tólum sem við höfum notað. Þetta bara eitthvað, það bara einhver skipun sem að bootstrappar einhverju projekti fyrir okkur. Þannig að við skulum bara gera það og þessu framework með nákvæmlega sömu vefsíðu, basically. Já, það eru allir að nota React, það eru allir með sömu hönnunina, það eru allir eins. Við erum bara í einum stórum mónokúltúr. Við erum bara að gera sama hlutin dag eftir dag. Þannig að ef þið gerir eitthvað öðruvísi, dare to be different. Var það ekki auglýsingin frá Apple? Nú er alltaf eins hjá Apple líka. Þannig að búum til þetta, búum til eitthvað eins. Þannig að við gerum eitthvað hérna, ég get ekki þetta er skrítið. Ég byrja að stróka út og það gerist ekki neitt. Ég byrja að skrifa og skrifa yfir. Ok, allavega. Við ætlum bara að kalla þetta hérna unnið í tíma. Svona. Nú getum við valið hérna. Við ætlum að nota TypeScript. Við ætlum að nota ESLint. Nei, við Tailwind. Við ætlum að vera inn í Source og við ætlum að gera app router. Vil ég aðra sögustund með Óla? Next byrjaði á því að vera með routing sem að byggir á fælsysteminu. Þannig að við búum til möppu, mappan heitir categories. Inn í henni er index.js eða index.ts og þá er það routið fyrir /categories. Þannig að það er page-based, það er folder-based eða filesystem-based routing. Það bara virkaði vel og bara í mörg ár var það bara málið. Síðan var tilkynnt hérna á Íslandi á JSConf 2019 eða 20 að React var að breyta fundamental arkitektunum hjá sér. Arkitektunum var þannig, það kom inn einhver requesta og það var eitthvað tré sem við eftir að sjá sem við þarf að rendera og það var bara allt renderað og því var bara öllu skilað. Það var bara allt gert í einu. En svo náttúrulega þú komið stærri projekt sem að hugsanlega þarf ég að bíða hérna eftir því að sækja kategóriurnar og þarna þarf ég að bíða eftir að sækja spurningarnar og þarna þarf ég að bíða eftir að sækja notendurnar. Þannig að þetta verður asynchronous verkefni að rendera allt tréð. En það virkaði ekki þegar það var bara allt eða ekkert. Þannig að þau splittuðu þessu upp og sögðu, hei, nú ætlum við að geta renderað hlut tré og beðið. Og svo klárast það og þá bara tekið niðurstöðun úr því og set það inn á réttan stað. Þannig að ég get gert þetta asynchronous. Og það gera verkum að við getum þá líka byrjað að streyma einhverju á klientinn leiðu það er eitthvað komið. Þannig að við bíðum ekki bara eftir því, bara hvítur skjár og svo kemur allt appið. Heldur kemur kannski hvítur skjár, við sjáum efnið en efnið til hliðar sem eru tengdar greinar eða notendalisti eða hverju loggaðir inn eða skilabúðin þín eða eitthvað. Það kemur síðan bara þegar það er tilbúið. Þetta er oft svona feikað með að búið til svona skeleton loadera, þar sem að það er búin til síða og svo er svona eitthvað svona shimmering effekt sem er svona, ég er að loada og þá er verið að útfæra það oftast í frameworkinu af þeim sem er að gera application kóðan að við séum í raun þetta efni hérna ætla ég að sækja síðan asynchronously sjálfur. Ég ætla að gera það. Ég set hérna loading state og ég sæki þetta og ég seti þetta þarna inn í staðan fyrir að frameworki gera það. En að færa þetta yfir í frameworkið er búið að taka svona, 2019 er búið að taka svona 6 ár að bara breyta þessu. React vill alltaf vera backwards compatible, þannig að það bara passa upp á að þetta virka allt saman vel og þetta kom út í fyrra. Kom út og heitir React Server Components. Aftur, pendulinn, Server Components,
þetta er bara dótið sem við erum að gera í verkefni 2, bara pakka inn í React. Þetta er bara gamlar hugmyndir endur nýttar á nýjum tímum. Og til þess að geta nota þessi React Server Components, þá þarf að breyta fundamentally hvernig hlutinir eru gerðir í Next. Og þau ákváðu þess að gera það bara með því að splitta projektinu í tvennt. Það er allt Next, en þú þarft að ákveða ætlar að nota app router sem er nýja dótið sem styður React Server Components, eða ætlar að nota page router sem er gamla leiðin þar sem þú ert í raun, þú gerir bara allt í einu. Og ég hef kent page router hérna senstu 4 ár með Next, en nú ætlum ég að fara yfir og við ætlum að skoða app router, en hugsanlega pages router eða page router til hliðar. En það sem gerist við það að það ger svona fundamental breyting bæði í frameworkinu í React og í meta-frameworkinu Next, er að það verður alveg hellað að leita sér upplýsinga að þú veist aldrei hvar þú ert að lenda. Þú finnur einhverja lausn og hún er, þú veist, já ok, hún er yngri en 1 árs gömul, þannig að hún er líklegast að eiga við það sem ég er að vinna við. En hún er meiri en 1 árs gömul og þá þarf maður að fara svona, já nei, þetta er pages router lausnin á þessu. Já ok, þetta er það sem ég þarf. Þannig að það verður erfitt stundum að finna eitthvað sem make sense. En þetta er svona betur fyrir að lagast af því að það er bara meira af efni, meira af projektum hann úti, þannig að það er auðveldur að fá aðstoð við þessu núna. Þetta var alveg steikt að gera þetta í byrjunna því að ég byrjaði þessu aðeins snemma að skoða þetta og það var bara eitthvað, þú ert að skoða docsana á Next í React og þeir eru bara ekki nógu góðir, þannig að maður var bara komin að skoða bara source code-ana React og Next, bara eitthvað, ég nenni þess ekki. En þarna gátum við nota yes. Svo kemur TurboPack. TurboPack er síðan önnað projekt frá Vercel sem er svona build og já ok, það er bara hérna og TurboPack er það sem að sér að builda JavaScript og TypeScriptið og er skrifað í Rust og tekur út fyrir annað sem heitir Webpack og er nota bakendunum á öllum buildsystem þangað til að þetta kom fyrir bara 2 árum sem þetta kom út og er orðið standard. Og svo er annað sem heitir Turbo hérna og það er ekki tengt Vercel, þetta er svona Morglandi. En þetta hérna er bundler og build system sem er líka skrifað í Rust, en er samt ekki TurboPack og þetta er svona, við getum gert, já nei, þetta er sama, þetta er sett frá hérna og þá getum við fengið TurboRepo og það er þess að búið til svona MonoRepo og MonoRepo er til dæmis það að núna erum við að vinna verkefni þar sem við ætlum að búið til framöndan í Next en nota vefþjónustu sem er í Hono. Þetta er þá 2 repo. Hvað við myndum vilja hafa þetta í einu repo og þá heitir það concept þegar við setjum mörg projekt saman í 1 repo en hefur mismunandi build fyrir hvert þeirra er MonoRepo og þetta er ein leið til að gera svona MonoRepo. Þannig að nú erum við komin á nútíman í vefforritun og hann er bara ótrúlega saturated af alls konar tólum og konceptum og pælingum og þetta er bara svona, það er mjög mikið í gangi. Þannig að við ætlum að nota TurboPack, import aliasar, við ætlum að sleppa þeim. Þeir leyfa okkur í staðinn fyrir að segja alltaf relativt import, þannig að segja import, import, eitthvað library from, /lib, við erum alltaf að resolva, þá getum við sagt alias sem segir bara eitthvað, já, ég ætla að segja hérna at eða stjarna, þá fer það alltaf inn í components möppuna mína. En við ætlum bara að hafa eitt. Þannig að nú erum við búin að setja þetta upp og þá segja við fáum hérna React og React DOM, við fáum Next, TypeScript, típurnar fyrir þetta allt saman, ESLint og ESLint config og hérna, já, þannig að þetta bara pakka saman fullt af dóti fyrir okkur. Það tekur svolítið tíma. Þetta er að ná í svolítið mikið, af því að við erum að nota Next og það er svolítið mikið. Já, þannig að við getum bara nýtt tíman hérna, React og React DOM.
En þess að React pælingin í grunninn svo að við erum að búa til tré. Við erum að búa til tré af komponentum sem að svipa til DOM-sins. En þetta samt abstrakt að því leyti að þetta bara hugsa abstrakt React tré. Og React tré búið til úr React komponentum og React komponentinir síðan á endanum búa til eitthvað í sinni birtingu sem að byrt. Og það þá hérna fyrir vefinn, þá notum við React DOM. Þá React tré tekið og því varpað yfir í DOM tré. En ef við erum að nota í React Native, þá React tré tekið og því varpað yfir í native skjái fyrir iOS eða native skjá fyrir Android. Native input, native hitt og þetta. Þannig að það aðeins mismunandi hvernig þessi svona, hver laufin í þessu tríi eru. En React heldur síðan utan sitt tríi. Svo gerum við einhverja breytinga á state'i sem við möttum að skoða eftir ef þetta klárar einhvern tímann að installa. Og React renderar aftur tríið. Og ég með svona algoritma sem heitir hérna bara React, bara reconciliation algoritmin sem segir hérna ok, í React trénu var þetta, það hefur ekki breyst. Þá ætla ég ekki að rendera það út aftur. Það bara eins og það var í DOM-inu. Þetta hefur breyst, þá þarf ég að rendera allt þetta hlutré aftur og setja það í DOM-ið. Þannig að React sér að gera DOM-breytingarnar, ef þið munið eftir því úr Web Fortune 1, helviti mikil handavinna. Að segja, já, nú submittaði ég, þá ætla ég að fela þetta og birta þessa töflu og gera create DOM element hérna fyrir hvert einusta og ég hef alltaf búin að búa til eitthvað svona hjálparfall sem að var að gera þetta fyrir okkur og þetta svo mikið boilerplate í kringum þetta. Þannig að React sér allt þetta fyrir okkur. Taka, diffa þetta og gera þetta. Og bara passar vel hérna að þetta sé búið, þannig að nú getum við farið í þessa og opna þetta bara í hérna og þá bara eins og áður, við erum með fullt af einhverju dóti hérna í þessu en þetta ættir flest að vera kunnulegt með readme-skjal sem segir bara að þetta var búið til með Next.js og þetta til þess að keyra development serverinn og þá farið þetta upp hérna, svo getur við byrjað að breyta hér og þá auto-update þannig að það svona hot reloading. Svo eitthvað next font til þess að optimisera fonta og notar eitthvað Geist, eitthvað new font family, þannig að það verður líka bara eitthvað, já, það verður líka búið til fonta, frábært hjá okkur. Svo getur við lært meira og svo kemur bara deploy og svo bara hérna, the easiest way to deploy your Next.js app is to use the Vercel platform. Þetta örugglega þessi setning og þetta, hvað þetta auðvelt, búið að græða mikið peningum fyrir þetta fyrirtæki. Þannig að við getum bara gert þetta hérna og sett bara ok, cool. Þannig að við fyrir bara í terminal, npm run dev. Alltaf sama, en dev skriftan. Þetta eiginlega bara í öllum projektum þetta í Node heiminum. Opnum hér og fáum eitthvað hérna. Get started. Save and see your changes instantly. Nú ætla ég að loka einhverju dóti hérna. Við getum bara að loka þessu alveg svona og svona. Og þá getum við séð hérna, það eru skriftur fyrir allt þetta sem við vorum að gera. Við vorum að bæta við þessum skriftum áðan, þannig að þetta passar allt við þetta. Þetta er alltaf dev-skrifta, build-skrifta og start-skrifta. Svo yfirleitt lint og hugsanlega test-skrifta líka. Svo bara eitthvað dependency og ekkert meira. Þannig að hérna bara set upp pax.log. Svo erum við eitthvað hérna sem fyrir next, sem eitthvað next config. Þannig að ef við viljum fara að breyta eitthvað hvernig next haga sér, þá myndi það líklegast fara hingað. Svo erum við með eitthvað hérna sem next env.d.ts og .d.ts skrár eru definition skrár sem eru að segja, núna er verið að segja TypeScript í þessu projekti að þá að taka típunda fyrir next og next images global og gera það í raun, þetta er bara eitthvað sem til, þannig að vera að loada típunum inn, þannig að ritillinn fari og viti í raun hvert á að sækja og nota þessar típur.
og þetta er bara autotunandi á next og við getum skoðað hérna meira ef við viljum. Svo erum við með ES-lint config, það er bara að sækja eitthvað hérna og bara gera þetta fyrir hérna projektið okkar. Við erum með git ignore, þá er hérna eitthvað env build, þetta er ignorað og svona. Svo erum við public mappu og public mappan er eins og við vorum að gera í verkefni 2 ef við erum með einhverja svona asseta, einhverja skrár, myndir, SVG, eitthvað sem við viljum í raun sem er bara breytist ekkert, þá getum við sett það inn í þessa mappu og það er bara því að server út. Þannig að hérna getum við séð að það er einhver next, þetta hérna er þessi SVG hér. Svo er þetta SVG fyrir þessa hérna þrjú íkonur. Og svo fáum við source mappuna og hún er bara mjög einföld eins og getur orðið flókin, við getum skipt þessu upp hérna. En eins og er hún í raun bara með eina möppu og hún heitir app. Og munurinn á því að nota app router eða pages router er bara ertu með app möppu eða pages möppu. Og þá skiptir alveg bara next, fyrir bara keyrir allt annan kóða eftir hvort er. Síðan erum við hérna með page.tsx og út af því að þessi síða hérna heitir nákvæmlega page.tsx undir nákvæmlega app möppunni þýðir að þetta hérna birtist. Ef ég breyti þessu eitthvað annað þá hættir þetta virka og verður bara 404. Út af því að app-routerinn virkar þannig að það er fullt af einhverju svona magic leiðum til þess að búa til hluti til þess að láta þetta route virka. Og það er alveg furðulegustu hlutir, en við höfum eftir að sjá það. Í byrjun, bara svona, rýnum við þetta aftur page og við fáum þetta hérna. Þannig þá getum við farið hérna og ég get sagt og þetta bara uppfærist strax. Þannig við erum í raun bara búið að setja okkur stað og við erum bara good to go. Nú getum við bara að fara að vinna í React. En það er samt ekkert voðalega mikið eitthvað svona React-legt hérna. Þú veist, ef við horfum kannski bara héðan, þá sjáum við bara, ok, þetta er HTML, en það er eitthvað skrítið þarna class name. Class name er að gefur okkur class fyrir CSS-ið okkar, nema það er class name út af því að class er frátekið orðið í JavaScript fyrir class. Þannig að það þarf í staðinn að nota class name. Þó svo að tagleysið þurfi ekki lengur, þá er það bara ennþá svoleiðis. Við erum með eitthvað styles.page og þá getum við séð hérna, ok, styles. Þá getum við farið á, ekki svona, heldur hérna og þá sjáum við, ok, þetta er eitthvað nýtt, við höfum ekki séð þetta áður. Það er verið að importa CSS-i eins og þetta sé JavaScript kóði. En þetta er sem sagt tækni, JavaScript tækni sem kallast CSS modules og þá erum við með hérna module.css og þá er þetta tekið og parsað. Þannig að hérna er farið inn og það er sagt, já, hérna er page klassi og hérna er main og hérna er CTAs og þá segi ég hérna .page og þá er þetta styles hérna verður í raun hérna sem við sjáum hérna verður hlutur sem er key sem er hérna sem er lykillinn í klassunum okkar og strengurinn verður í raun þýddur module strengur. Þannig að þessi verður síðan compilað og ég er ekki að lýsa þessu nógu vel. Byrju, ég ætla að logga þetta bara út þannig að við getum séð nákvæmlega hvað er að gerast hérna. Console log styles. Þá sjáum við hérna að við erum með page og main sem við erum með hérna. Main og page. Það er hérna. En page verður page bandstrik module __ einhver unique lykill _ page. Þannig að þetta býr til unique lykil fyrir þennan klasa. Þannig að þegar ég fer hér og ég gerir inspect á þetta stakkum þetta eins þá kemur hérna á page kemur þessi hérna page module 8a eitthvað og ég íta það
og ég skoða stílana fyrir það og þá eru þeir hérna. Þannig ég sé page, padding, ekki page module, jú, já ég er hérna, ég er þetta í allavega, ok, gap 64, breytum einhverju hérna, 20 pixlar. Page module, page, ég er að breyta ykkur vitleysu, breytum bara main, það er auðveldara. Hérna, ok, gap 32, gap 16, gap 16, gap 2 pixlar. Þannig að CSS module sér það að taka þetta main sem ég skrifa bara hérna eins og CSS og ef ég bara segi styles.main hérna að þá compiler hún þessu fyrir mig og tengir þetta allt saman rétt. Kosturinn við þetta er að ég get skrifað hérna CSS-ið fyrir nákvæmlega síðuna sem ég er að gera og haft hana hérna og ég get gert það fyrir komponentana mína líka sem ég ætla að sýna ykkur eftir og ég get notað main í mörgum síðum. Ég er aldrei að fara að skrifa main og svo óvart einhverju stílar að fara að blæða yfir í eitthvað annað. Þannig að þetta er að búa til namespace fyrir nákvæmlega þessa stíla. Ok? Þannig að það er hérna það sem er öðruvísi við þetta. Og svo skoðum við hérna meira, ok, hérna kemur síðan eitthvað sem er með stóru E. Og þegar við erum með React komponenta, að þá nefnum við þá með stórum staf, ekki með litlum staf. Þannig að main hérna með litlum staf er bara HTML elementið. En ef ég væri með main með stórum staf, þá væri það React komponentin minn main. Ok. Svo skróla hérna niður, það er ekkert mikið. Hérna kemur aftur image. Og þetta er þetta Next.js að búa til einhvern image component sem að gerir ákveðna hluti. Hann optimisar myndina og gerir eitthvað mikið og gerir græjar fyrir hana. Svo fyrir ég bara hérna niður, aftur image, en annars er þetta bara svolítið bara HTML með þessum komponentum og með þessum CSS modules. Svo fyrir hérna upp og sjáum export default function home og þá er það í raun út af því að þetta er page.tsx og exportar by default einhverju falli hérna sem skilar þessu JSX element sem er þetta hérna að þá tekur Next þetta og býr til HTML-ið og CSS-ið fyrir okkur. Þannig að HTML-ið sem við erum með hérna, ef ég gerir svona, þá sjáum við hérna, ok, what? Það er bara eitthvað, þetta er allt sem við erum að fá til þess að birta þennan litla vef sem við erum með hérna núna. Og það sem ég segja, þú veist, þetta er svolítið mikið að koma bara svona eitthvað úr, bara það að ég byrja eitthvað project í þessu. Og þá er hérna, þú veist, það er eitthvað compiled React, það er compiled client, það er einhverjir helpers, það er eitthvað layout og modules og app og þarna, það er svona eiginlega verið að láta bara svo HTML og þetta og CSS og JavaScriptið fyrir framöndan er bara eitthvað svona, þetta er bara build artefakt út frá React projektinu sem býr til. Maður er mjög sjaldan eitthvað að fara inn í þetta og skoða. En það sjáum við að þetta er bara minifæjað og er bara ein klassa eiginlega. Svo förum við og opnum eitthvað vef sem að hérna við vitum að er í React, eins og til dæmis island.is. Við opnum hérna og við gerum og þetta er bara sama. Next, static eitthvað hérna og svo er þetta bara allt bara búið að taka HTML-ið, ef við einhvern veginn verið að dunda við það að gera vel indentað HTML, bara forget about it sko. Hérna bara setjum við þetta, við fjarlægjum allan óþarfa og við bara sendum út optimiserað, hardcore, React-based HTML, CSS og JavaScript. Þannig að ok. Og akkur ættum við að vera að nota þetta. Þú veist, akkur erum við ekki bara að skrifa HTML, CSS og JavaScript. Ef við taka pásu og bara
bruna áfram. Power through. Power through. Ok. Það sem við græðum á því að nota þetta er í raun leiðir til þess að skipta projektun okkur upp í komponenta, nota library og hluti sem er búið að smíða af öðrum sem bara pluggast inn þegar þeir eru skrifaðir í React. Leiðir til þess að nota síðan tól sem leyfa okkur að blanda ennþá frekar saman JavaScript og CSS með því að nota til dæmis CSS in JS þar sem við erum bara að deila breytum á milli JavaScript og CSS. Og já, og svo bara nota allir þetta. Þannig að það er líka svona stór partur. Þannig að ef þið viljið ráða ykkur einhvers staðar sem webforderar þá er mjög mikla líkur á því að það sé eitthvað notað React. En það er, þú veist, þetta er orðið svona tækni sem er þetta að segja að það hefur enginn verið rekinn fyrir það að nota React. Ef maður væri í einhverju fyrirtæki og segja, heyrðu, notum hérna nýja, svelt. Og verkefni gengur illa, þá geti eitthvað verið rekinn fyrir það að hafa notað svelt. Það verður enginn rekinn fyrir að nota React. Ég meina, íslenska ríkið notar þetta. Þetta er notað út um allt. Þetta er bara geggjað stórt. Þannig að við getum byrjað núna að skoða eins hvað við getum gert hérna. Þannig að við getum aðeins strípa þetta niður og við getum bara sagt, ok, ég vil bara fá bara tóma síðu og ég vil bara byrja þetta alveg eins og þetta sé bara alveg tómt verkefni. Þannig að við getum í raun bara farið hérna og hoppa hérna niður og bara delete og losa okkur við þetta og sagt hérna halló heimur. Ok, þá getum við aðeins skoða, ef við sjáum samt ennþá, það er alveg ennþá hellingur sem að fer út. Þetta er hérna sem ég vil segja sko, þú veist. Þetta er í raun það sem við þyrftum svona eiginlega, við þyrftum kannski svona mikið til þess að vera með HTML skjal sem að væri í raun að gera það sama. Boilerplate hérna er bara eitthvað byrjar að nota React, það er ógeðslega mikið React sem fylgir. En við erum með þetta hérna, en við erum samt ekkert búin að tala um það hvernig kemur samt doctab, hvaðan kemur það? Og þá er hérna layout og layout er hérna með eitthvað Geist Mono sem er eitthvað fínn fontur frá þeim. En við erum ekkert að hugsa um að setja út doctab. Við erum hugsa bara um að setja út HTML sem er layoutu fyrir þetta page og það er hérna. Þannig að við höfum stjórn á því hvað kemur hérðan og svo er þú veist hvað kemur þarna inn í en samt sem maður er búið að taka og setja fullt af dóti þarna í kringu það líka fyrir okkur. Þannig að við viljum líka ekkert vera að nota þetta Geist. Nei takk. Hérna erum við með síðan eitthvað metadata. Þá séum við erum ekki einu svona að setja head. Við erum bara með eitthvað title hérna. Og við ætlum að fjarlægja þetta. Og svo hérna erum við samt komið eitthvað aðeins meira. Ok, root layout. Og hérna séum við eitthvað children, read only children. Þannig að það er eitthvað að gerast hérna sem að setur eitthvað children hérna inn. Þá erum við komin í þetta að við erum að búa til tré í React sem við síðan renderað út. Og við viljum í raun að layoutið okkar leyfa okkur bara að setja eitthvað inn í það. Og þá setjum við inn þessi children. Þannig að ef ég setja eitthvað hérna, H1, svona. Og þá get ég sett það inn hérna og þá kemur það hér og svo kemur í raun síðan mín. En hérna get ég líka sett ákveðið að einhver ákveðin hlutur birtist í meta. Þannig að ég sé hérna halló heimur er núna titillinn á síðunni og ég fer hérna í head og þá sé ég viewportið, það er bara sett inn rétt fyrir okkur, stylesheetið er sett rétt, það er með þessu nokkur stylesheet eftir því hvað er hérna fyrir globals og hvað er fyrir page. Svo koma öll skriftin, svo kemur title, meta name, description, generated by create, next app
og svo kemur eitthvað favicon. Þannig að framework að gera helling fyrir okkur hérna. En við viljum bara segja eitthvað, við viljum ekki hafa neitt description hérna þetta eins og Ok, látum þetta bara vera í bili. Ok, þannig að núna langar mig að búa til vef sem ætlar að vera í raun eins og við vorum að gera í verkefni 2 sem þessi spurningavefur minn. Þannig að ég með eitthvað navigation, þar sem ég get sagt forsíða, flokkar, flokkar, ætla ég að birta flokkana, nema ég ætla að sækja flokkana úr vefþjónustunni sem ég bjóð til í verkefni 3. En við vorum ekki búin að gera neitt meira þannig að ég geti fengið spurningana, en ég ætla bara að geta sagt flokkarnir. Og svo ætla ég að vera með eitthvað efni kannski, ég veit ekki, og svo eitthvað fót líka. Þannig þá þurfum við að fara að taka afstöðu bara til þess. Hvernig ætlum við að struktúra þetta? Hvernig meikar þetta sens? Hvað navigation fyrir þetta til dæmis? Hvar viljum við hafa það? Hvernig ætlum við að struktúra þetta? Hvernig ætlum við að vera með í raun aðra síðu sem flokkurinn? Þannig að þá getum við byrjað að búa til komponenta. Og komponentnar encapsulata einhverja ákveðna virkni og setja hana í sinn eigin komponent ásamt stílum og hugsanlega einhverju fleiri. En ég ætla að strípa aðeins meira hérna út. Ég ætla bara að taka allt þetta og ég ætla að taka globals hérna. Þetta er alltaf lagi, þetta er alltaf lagi. Ég ætla bara að taka út þetta. Og þetta. Svona. Ok. Þannig að þá get ég hérna í globals. Þarna væri þetta sem við erum ofta að setja á hérna body hjá okkur. Eða við getum verið með einhvern wrapper hérna utanum. Þannig að við getum sagt hérna div class wrapper. Nei. Það er ekki svoleiðis sem við gerum þetta hérna. Þá fáum við núna TypeScript villu, af því að TypeScript er líka integratað inn í þetta allt saman. Þannig að allt sem við setjum hérna sem attribute er í raun kóði, skilgreindur sem eitthvað með einhverja típu. Og þá segum við hérna, það er ekki til einn sem heitir class, varst að meina class name. En þá segum við class name og þá getum við sagt hérna globals, og getum við bara sagt wrapper, það er eitthvað sem bannar okkur það, og getum við sagt hérna í globals wrapper bara max with eitthvað ótrúlega basic til að byrja með og sjá nei, við getum það ekki. Ok, þannig að þannig er eitthvað, ok, þetta er kannski ekki staðurinn til að gera þetta. Þannig við viljum fjarlæga þetta og byrjum bara hérna í page. Nei, höfum þá page hérna og page verður svona. Já, þetta er þetta sko. Þetta er ekki 1000 pixlar, þannig að, nei, jú, þetta er ekki einu sinni 1000 pixlar. Þannig að þetta er að virka, þetta var bara, setjum þetta bara eitthvað 500 pixlar hérna, svona. Akkur fer zoomið ekki aftur í venjulegt. Hvað er zoom á þessu? Já, ok. Ok, svona, flott. Þannig að við viljum fá eitthvað navigation og þá getum við bara sagt hérna nav og við getum bara byrjað eins og við vorum að gera svo sem í hérna verkefni 2. Það er eitthvað li og það er forsíða og það er flokkar.
ok, forsíða og flokkar, flott. Og þá kemur núna, nú vil ég fá einhverja flokkasíðu. Þá þurfum við í raun að geta rátað á hana. Þannig að þá ætla ég að búa til nýja síðu og þá nota ég hérna link sem fer á skástrík flokkar, ekki arref, af því að við þurfum að nota það sem að hérna það sem að next vill að við notum. Þá kem ég hérna og nú fæ ég flokkar og ég fer á flokkar en ég fæ 404 fannst ekki, af því ég er ekki búin að ráta yfir á hana. Þannig að ég get þá farið hérna inn og ég get sagt new file, nei ekki new file, new folder, flokkar og new file page.tsx. Svo get ég tekið bara þetta nema ég ætla að hafa svona og ég ætla að segja flokkar. Ok, þá er ég komið flokka. Þannig hérna, nema núna vil ég samt, ég vil geta, fossíðan, ég vil að þetta virki og þetta sé í raun eins. Þannig að ég vil, þetta er eins og ég var að leysa, við vorum að gera með EUS templatunum, ég vil einhvern veginn splitta þessu upp. Include þessu til að skrifa þetta bara einu sinni. Og þá getum við tekið hérna og sagt, nú vil ég geta endurnýtt þennan hérna, þetta. Og ég ætla að gera það með því að búa bara til einhvern navigation component. En ég ætla bara að segja hérna navigation. Nú þurfum við að búa hann til, af því að hann er ekki til. Þá ætla ég að búa til nýja möppu hérna, sem heitir components. Og undir henni ætla ég að búa til nýja möppu sem heitir navigation. Það er yfirleitt notað nafnaskema að nota stort N í möppuheitinu líka, því að það er nafnið á komponentum og svo líka í skránni. Þannig að hérna býð ég til navigation tsx og þá er ég sett hérna með bara tómt skjal. En hérna ætla ég að búa til eitthvað sem að skila mér þessu JSX sem að er þetta hérna. Og ég ætla að gera export default function navigation return og segja svona og svo ætla ég að importa next link, loka þessu, fara hérna og núna fer ég hérna og segja add import components navigation. Þá sagði ég áðan að ég vildi ekki fá þetta, en þetta getur bara hafa verið importað samt fyrir mig. Og nú þurfum við aðeins að, svo getur séð hvað við erum að gera hérna, við erum að gera það. Þannig að við erum með flokkasíðuna og hana hérna og þessi hérna. Þannig þessi ætlar að segja hérna líka forsíða. Úps, svona þetta. Ok, svona. Ok, forsíða, flokkar. Ok, þannig okkur vantar navigationi hér. Nú getur bara tekið þennan komponent hérna og sett hann hingað. Og afrita hann hérna. Og þá er ég komið með flokkar og forsíða. En nei, heyrðu, ég glemdi að setja link á forsíða. Þannig þá fer ég bara inn í navigation komponentin hérna. Set link ref á slash, það er bara forsíðan og svona og þá er hérna flokkar, forsíða þannig að nú er ég komin með routing. Ég get farið á milli þessar tveggja síðuna, ég er hérna localhost, flokkar, ég er á slash flokkar. Gott blessað. En nú er þetta hérna, þetta lítur ekki vel út. Þetta er alltaf classed og navigationi, ég vil hafa það miðjað og ég vil hafa það, þú veist, hafa það þannig að hérna, það byrst hérna uppi. Þá get ég bara farið núna inn í navigation komponentin, ég ætla að loka bara sem hérna, og búið til hér,
navigation.module.css og ég ætla þá að segja hérna ég ætla að skrifa nav, því ég nenni ekki að skrifa navigation aftur og ég ætla að gera hérna og ég ætla bara að segja background color pink. Svo fer ég hérna import styles from navigation module hérna class name styles.nav. Þá fæ ég bleikan bakgrunnslit hérna. Það er bara eins báðum megin. Ég þurfti ekki að fara og tengja neitt, láta navigation module einhvern veginn fara inn í eitthvað annað. Eða munið hvernig vorum að nota SAS í vefforritun 1 þar sem maður þurfti að copy-pasta og tengja þetta allt saman. Next bara sér þetta. Það veit bara, það er búið að importa þessum stílum og þá bara veit að þetta á að fara þarna og það á að koma svona út og það er hot reloadast svona. Þannig að við svona með öllu þessu boilerplate og öllu þessum kóða og öllu þessu sem fylgir, það verður svona að fá fullt af virkni og þetta bara virkar og við getum bara einbeitt okkur að því að vinna verkefnið. Ok. Þannig að við erum með nokkra leiðir sem við getum farið núna. Eigum við að skoða meira að gera komponenta eða eigum við að skoða að sækja gögnin og birta birta flokkana úr vefþjónustunni, þarna á flokkasíðunni, þannig að við fáum í staðan fyrir flokkar fáum við þá eða viljum við laga útlitið. Flokkana, sækja gögnin. Talaði svo sannir tölvunarfræðingar eða verðandi nemendur með BS-gráðu í hugbúnaðarverkfræði. Eina sek. Þessa. Búinn. Sko, að sækja gögn er síðan alltaf auðvitað margþætt verkefni og nokkrar leiðir að því. Ég ætla að byrja á svona leiðinni sem að er ekkert endilega réttust en er svona, passar best við það sem við gerðum í vefforritun 1 sem var í raun að ég lóta síðunni. Þegar síðan er búin að lótast þá ætla ég að sækja gögnin og setja þau inn í DOM-ið. Þannig að við erum í raun með tóma síðu en sækja síðan gögnin þegar ég opna síðuna. Hin leiðin sem ég ætla að skoða í næsta tíma er að gera þetta á servernum. Það er að segja, á serverinn áður en að hann sendir HTML-ið þá er búið að sækja flokkana og setja þau í HTML-ið eins og við gerðum í verkefni 2. Þannig að þetta er client-side rendering sem ég ætla að sýna ykkur núna og svo ætlum við að skoða server-side rendering í næsta tíma. Ok. Þannig að við viljum í rauninni hérna í staðinn fyrir flokkar viljum við birta bara flokkana og við viljum gera eitthvað hérna, það er í JavaScript eða þú veist, reyndar vorum við með eitthvað test og svo er þið test 1, 2, 3, 4 eitthvað, bara það sem við vorum að fá úr vefþjónustunni lokaði ég render hérna við viljum fá þetta hérna ég vil taka þessi slóð og sækja þessi gögn og setja þau þarna inn. Miðað við hvað við vorum að gera með navigationi, hvað væri þá sniðugast að gera? Jú, það væri. Þá kemur stóra spurningin hvað á hann að heita? Hvað á komponentin að heita? Kategóri eða kategórís? Hvað ég ætla að búið til síðu sem er birti flokk? Væri það ekki kategóri? Ég var bara í... Væri þetta navigation bara element? Þetta væri eins og efnisíðu? Já, svo myndi ég íta á eitt flokk og þá myndi ég fara inn á þá síðu og sjá þetta spurninga fyrir þann flokk. Þá var það kategórís? Já. Ég var í morgun að skrifa skjal sem að fjalla það hvernig við forritararnir í vinnunni hjá mér myndum gjarnan vilja að hönnuðirnir myndu hafa í huga þegar þeir væru að skila sér Figma skjölum. Eitt af því var
ef það væri möguleiki að nefna layerana með einhverju sem make a sense, ekki bara layer 336, af því að það hjálpar svo til þegar maður er að gera þetta, bara eitthvað, hvað hefði þú kallað þetta ef þú eru nefnt layerin, af því að það er oft á tíðum, maður er hérna með kategóri, kategórís, kategóri list, kategóri overview, kategóri, þú veist, það er alveg margt sem er hægt að kalla hlutina, en það skiptir máli að nota orð skipta máli. Allavega, við ætlum að halda okkur við kategórís og bara segjum hérna, ef það er ekki nógu gott, þá bara breytum við því, af því að það er ekkert, það má alltaf skipta skoðun. Þá bara eitthvað svona boilerplate, kategórís, kategórís.module.css og við ætlum að gera eitthvað hérna og við ætlum að segja þetta er bara kategórís og cats. Ok, og background color svo ótrúlega boring, hérna er beige. Ok, og ok, þá erum við með þetta, en þetta ætlar að vera kategórís og svo ætlum við að fara á þessa hérna síðu og við ætlum að henda þessu út og við ætlum að segja kategórís. Ok, og ég reyndi að tók þetta ekki út, þetta kannski bara vera div og svo ætlum við að setja eitthvað flokkar hér. Ok, þannig að við erum komið með eitthvað hérna, við erum með forsíðu og við erum með flokka og við erum, þetta er ekki eitthvað svakalega spennandi eins og en við erum samt farin að, það er eitthvað að verða til hérna. Nú ætlum ég aðeins að sníka inn hérna að ræða props. Segjum svo að ég ætla að vera með kategórís sem að, og ég ætla að geta sagt, ég er að gera breytingar á vefþjónustunni og ég ætla að geta haft tegundir af kategórís. Ég ætla að vera með hot categories sem eru spurningar sem allir eru að svara þegar þeir eru svo geggjað skemmtilegar og svo er ég með all categories sem eru bara allar sem ég ætla að vera með og ég ætla að vera með svona titil sem að skiptir svo milli og eitthvað svona. Þannig ég myndi vilja geta sagt tvisvar sinnum hugsanlega categories og þá get ég bara afrita templateið eða komponentin hérna og þá fæ ég bara eitthvað flokkar hér. En nú ætla ég að segja þessi hérna ætlar að vera nýir eða vinsælir flokkar og hann ætlar að vera með tag hot. Þessi hérna ætlar síðan að vera title allir flokkar og ætlar ekki að vera með neitt tag. Og þá sjáum við hérna að það er eitthvað, þetta er ekki til hérna, þannig að það er eitthvað vitlaust. Nú þurfum við að skilgreina hvernig komponentin okkar fær gögn frá þeim sem kallar í hann. Þannig að við erum að skilgreina API-ið á þessum komponent. Og þá er þetta bara aftur, þetta er bara að skilgreina API-verkefnið, eins og við erum búin að taka nokkur sinnum hérna æfingar í. Nefnum það er aðeins öðruvísi hvernig syntaxuna þessi er. Kategóris eru hérna og það fær inn eitthvað sem kallast props. Og props er bara stytting af properties og það er í raun bara heitið yfir attribute, af því að attribute er í raun það sem við erum með hérna, við verðum með div, já, class eða eitthvað, þú veist, attribute í HTML. Nema út af því að við erum ekki að vinna með attribute, við erum að vinna með eitthvað annað sem er abstrakta frá þessu, þá kallum við það props í React, properties. Og props koma inn í komponenta en við síðan sendum frá okkur actions út úr hérna, komponentunum þegar við ætlum að gera eitthvað, breyta eitthvað steiti, þannig að við skoðum það seinna. En til þess að þeir taki við einhverju, þá taka við props. Og þá getur ég sagt hérna, og típan á props er bara eitthvað props. Og þá getur ég farið hérna og sagt type props, jafnt og eitthvað. Og þá segir ég bara hérna props is declared but its value is never read, þannig að það er bara fínlega hérna. Og ég ætla að segja title er strengur.
og svo ætla ég að segja hérna h2 props.title. Vista þetta og vista þetta, þá fæ ég hérna, nú er ég að senda inn mismunandi gögn fyrir mismunandi props. Nei, ég er að birta mismunandi gögn, eða HTML, út frá mismunandi props sem eru sendin. Þá fæ ég eftir hérna, heyrðu, þú ert eitthvað að senda inn eitthvað tag string, það er ekki til, þetta er ekki skilgreint. En þá segi ég eftir hérna bara eitthvað tag spurningamerki string. Þá er þetta í lagi hérna, að tag er annarkvort string eða undefined og ég má senda þetta inn. En ég er ekki að gera neitt við þetta hérna núna. Flokkar hér fyrir tag, props.tag. Þá séum við hérna hot og ekkert. Svo myndi ég hugsalega vilja segja líka eitthvað. Þessi er hérna, hann er, hvað er eitthvað gott lýsingarorð yfir því að hann sé, hann er popular eða eitthvað. Og það ætlar að vera, hann er það eða ekki, þannig að þetta er boolean gildi. Þá getur ég farið hérna og sagt popular boolean og þá er þetta í lagi, en það er annarkvort boolean eða undefined og er props popular er vinsæll er ekki vinsæll. Svona. Er ekki vinsæll. Aggressíft. Þá er hérna núna. Hann er vinsæll og hann er hérna. Þannig að ég get ákveðið í raun út frá því hvað komponentin á að gera, hvaða props hann fær og gert síðan, tekið ákvörðun það inn í komponentinum hvað gerist. Og það sem gerist er í raun að ég get verið með eins og hérna. Ég er að lesa eitthvað úr þessu og ég er að birta eitthvað hérna og þá er ég með svona mismunandi leið til að rendra eitthvað út. Ég geti líka sagt hérna if props popular return h2 vinsæll flokkur. Þá skilast þetta bara út hérna. Þannig að hérna inni get ég bara skrifa JavaScript kóða. En bara svo lengi sem ég skila þessu JSX. Og JSX er bara JavaScript templating mál sem leyfir okkur að búa til tré og setja JavaScript kóða inn. En eins og við vorum með hérna minna en prósentumerki í EJS, þá erum við bara með curly bracket til þess að setja inn breyturnar í JSX. Síðan núna er ég komið með nokkrar breytur hérna og þá er yfirleitt líka í staðan fyrir að vera með eitthvað props og segja alltaf props, að deconstructa þetta í hérna type signature eða í hérna function definitioninu hérna og segja title tag popular. Og þá hérna taka þetta allt í burtu og þá erum við bara að segja if popular, þannig að þetta verður svona frekar læsilegt og virkar bara fínt núna. Ok. Þannig við erum búin að segja að við ætlum að fá þessi gögn. Nú er ég að reyna á tíma þegar ég tók þetta set quest hérna. Fjarlægði þetta og segjum hérna ætla ég að segja link, nei, ég ætla ekki eins og að gera þetta svona. Þannig ég ætla að vera hérna með const categories sem er array af string og það ætlar að vera bara HTML, CSS, JavaScript. Þannig ég ætla bara núna, ég ætla bara að forrita þetta og svo ætla ég að skipta þessu út fyrir það sem ég sækir úr þjónustunni. Af því að ég vil hérna birta þetta, ég vil ídra í gegnum fylkið. Þá ger ég hérna categories.map kategóri og ég ætla að segja, ég ætla bara að skila kategóri.
þá segir hún hérna missing key prop for element in iterator. Og það veit ekki hversu mikið ég er búinn að skoða í námsefninu, en þegar það er verið að keyra þennan reconciliation algoritma og React lendir á tré sem er ídrað í gegnum, þetta var til út frá einhverju fylki, það var einhver ídröð sem átti sér stað, að þá veit það ekki á þess að við gefum nákvæmlega lykilinn að því hvað það er, hvort að þetta fylki hafi breyst eða hvort það eigi eitthvað að breyta þessu aftur. Þannig að við þurfum að gefa þessu einhvern lykil sem að React síðan nota til þess að athuga, heyrðu, ok, þetta voru áðan hérna lykil 0, 1, 2 og 3, en núna er þetta bara 0 og 1, þannig að ég þarf að re-rendera þetta út af því að ég þarf að re-rendera, þannig að ég byrti bara item 0 og 1. Þannig að þá, það sem við getum gert hérna er að segja category og svo index og sagt key index. Og þetta er svona heldur þétt lína hérna hjá mér. En þá erum við komið hérna að við erum með flokka og við erum í raun að rendera það út hérna. Það er bara category, en svo munum við category var í raun aðeins öðruvísi. Það var eitthvað category og þá þurfum við að getum við gert típu hérna eins og við vorum með típu í vefþjónustunum okkar. Og það er eitthvað ID, það er eitthvað slug og það er eitthvað title eða name, ég man ekki hvað það var. Þá lögum við hérna og þá erum við í byrjun erum við bara alltaf með tóma fylkið af flokkunum. Þá breytist þetta hérna, þetta verður category title og við ætlum að segja link href og hérna þurfum við þá að búa til einhvern link sem að fer yfir á rétta kategóri síðu sem að við munum halda áfram með í næsta tíma og þetta href hérna verður þá skástrik flokkar skástrik og þá notum við bara hérna string interpolation category .slug. Ok, nú er eitthvað vitlaust. Vantar closing, já, ég fór of langt út fyrir svona. En nú er ég að velta fyrir mér, hún er ekki að formata hérna því þetta er orðið óheyrilega ólæsilegt. Þannig að ég ætla að segja svona, svona og svona og svona. Svona. Ok. Þannig að sjáum við hvað er að gerast hér og getið tengt við það sem við vorum að gera í verkefni 2. Við erum með eitthvað sem við viljum að birtist einhvern veginn. Við erum með einhver gögn og við erum að láta gögnin birtast eins og við viljum. Þannig að við erum að búa hérna til eitthvað sem að ítrar í gegnum eitthvað og birtir það. Nefnum þegar við vorum að gera þetta í AUS, þá vorum við að gera þetta þannig að það var alltaf gert á servernum og gert í þessu AUS templatingumáli sem var svolítið slitið frá CSS-inu. En núna erum við að gera þetta og erum í raun með CSS hérna og erum með það hérna og svo núna erum við með tóma fylkið. Nú ætlum við að sækja kategóriðnar úr vefþjónustunni og hvernig við að gera það? Við ætlum að gera það bara á clientnum eins og við gerum í Web41. Nei, það er staðlað til þess að búa til og gera framkvæma vefþjónustukall á milli og það er fetch. Þannig við ætlum að nota fetch til þess að sækja í vefþjónustuna og fá þessa hérna flokka. Þannig að við ætlum að hafa svona og við ætlum að segja bara hérna const url. Við höfum eftir að refactora þetta þar sem við erum í raun að gera þetta aðeins betri hátt. Og við erum með þetta url hérna og við ætlum bara að sækja gögnin þaðan, taka JSON-ið
og setja það sem flokkan okkar. Og þá þetta client-side rendering sem við ætlum að útfæra núna. Og þá það þannig að við þurfum að keyra eitthvað sem heitir hook, sem heitir use effect. Og use effect hook sem keyrir alltaf þegar við erum að gera einhverja breytingu út frá klientum. Þannig að við förum í React use effect, hérna use effect og synchronize a component with an external system. Og þetta alveg alls konar hérna og þessi hook rosalega lúmskur. Það alveg ótrúlega auðvelt að gera bugga með honum og hann eiginlega svona, þetta ekki frábært svona API á honum miðað við hvernig önnur kerfi leysa þetta. En þetta sem við höfum og þetta keyrir sér þegar að við opnum vefinn. Þannig það ætlum við hérna console log eða opnum síðuna. Eitthvað og við importum þessu frá React, þetta bara React virkni. Þá fáum við hérna use effect frá React og nú alveg hérna setjum þetta hérna fyrir neðan. Fáum aðeins meira pláss. Segjum þetta. Þá fáum við hérna einhverja villu. Já, þannig núna fáum við líka það sem React Server Components. Allt sem við erum búin að gera núna búið að vera renderast bara á hérna á servernum, en núna út af því að ég ætla að gera eitthvað sem notar use effect, þá þarf ég að segja að þessi hérna component keyrir á klientum. Þannig þá þarf ég að setja þetta hérna efst í skrána og þá virkar þetta. Þetta bara eitthvað magic frá React. Þá sjáum við hérna ASDF. Nú get ég farið hérna inn og ég get sagt fetch data og ég þarf að gera þetta í falli. Við getum alveg byrjað hérna og látið hookana að skrá okkur. Það sé const response jafnt og fetch url og ég ætla að segja await url og þetta ætlar að vera async og þá fyrir kvarta hérna og segir effect callbacks are synchronous to prevent race conditions. Put the async function inside fetch data og hérna. Þannig að þá fæ ég þetta skapalón hérna og við gerum svona og þá það bara svona fetch url og þá response mitt verður bara svarið frá vefþjónunum. Við ætlum ekki að hugsa neina villu meðhöndlun núna. Við ætlum segja JSON await response.json og svo gera console log JSON. Ok. Og svo þarf ég að setja hérna tóma fylkið fyrir neðan. Það partur af use effect. Og þessi hérna, þetta fylki dependency array. Þannig að allt sem fer inn í þetta hérna það sem að þetta use effect dependar á. Og út af því að þetta dependar ekki á neitt, þá fór React bara að endurtaka þetta aftur og aftur og aftur og fór í raun bara hérna í einhvern stakk. Ok, og akkur uncaught, failed to fetch, ok. Gerum það hérna catch svona þá fáum við einmitt villu sem kors.
Þannig að við erum núna að reyna að kalla í þetta hérna frá localhost, en við erum ekki með CORS-headera á vefþjónunum sem leyfir okkur að reyna að gera þessi köll. Þannig að við þurfum að fara núna og laga í þessu og sýnlustu sem ég mun koma með mun vera með þetta að hún ætlar að segja hérna app.use CORS og þetta bætist við CORS middlewareinu. Þá getum við farið hérna og skoða það og það bætir við þessum headerum sem leyfa þessa cross origin requestur. Ég með þess að gera þetta öðruvísi, ég þarf að gera svona og þá mun ég geta sótt þetta. En ég er sprungið á tíma en við höldum áfram með þetta í næsta tíma. Ég ætla að klára dæmið bara eins og ég gerði senast þar sem ég er annað tíma og sækja þessi gögna þegar við erum svo nálægt í. Við þurfum bara að nota state sem að kemur hérna inn og þá er þetta komið. En ég ætla samt að hérna klára það, setja þetta inn. Þið skiljið verkefni 3 á morgun. Við seinkum hópverkefni 1 þangað til á 50 daginn næstu viku og svo í næsta tíma þá höldum við áfram með þetta. En mæli með að ef þið ekki byrjuð að skoða React efnið, að skoða það eins og þá sérstaklega use effect og use state. Ég mun setja það með í samantæktapóstinum á eftir. En við munum í raun klára stóran part af verkefni 4 saman af því að bara til að koma ykkur á stað í React af því að svo verður þetta í raun aðal viðfangsefni ykkar í hópverkefni 2 er bara að búa til vef ofan á þjónustundur einhverjar hópverkefni 1 með Next. Annars bara takk í dag.